ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum konin yfir í torfæru núna. Helgina fór fram, já, enn eitt Íslandsmóti í torfæru og það var núna þessu sinni haldið í Stapafelli og já, það nú svolítið furðulegt að segja frá því en já, Snorri Þór vann, það kemur kannski mörgum óvart. Góðu blessa á sætlaðu ekki? Já, blessaður. Herðu, til hamingju með sigurinn, þú ert búin að tryggja þér endalega Íslandsmeistaratitilinn þetta tímabil. Já, þakka fyrir það, þetta gekk vel. Já. En þú ert búin að vera skemmta samt áhorfendum ekki, þú ert ekki búin að fara heill í gegnum alla brautir alltaf? Nei, þetta er ekki alltaf dans á rósum en hérna, við erum búin að taka eina eða tvær í sumar, svona létta veltur og það er bara eitthvað sem fylgir þessu. Já, nákvæmlega. En já, þú og kórdrengurinn, þið eru búin að, já, það má segja sko Íslandsmóti sjálft, þó að þið séu búin að standa uppi sem sigurvegarar að þá er keppnin búin að vera hrikalega jöfn. Já, þetta er búið að vera spennandi þetta sumarið og þetta er ekki búið þó að ég sé komið titilin, það er hérna næstu 2 eða 3 sæti sem að menn þurfa að berjast á Akureyri. Þannig að keppnin er ekki búin í heildina. Nei, og þau eru ekki tættir að reyna að vinna? Nei. Menn gefast ekki upp. Nei, nákvæmlega. En já, svona við byrjum á þér og kórdrengnum fyrir almennan hlustandan, hann kannski veit ekki alveg sögunni hjá ykkur, hvenær byrjið þið að keppa í torfæru saman? 2013, fyrsta árið okkar og erum búin að vera, já, Íslandsmeistarar síðustu 4 tímabil þá. Já. Og bara gekk mjög vel öll árin. Og við náðum núna þessum heimsbikarmeistara sem var á Hellu fyrsta keppnin. Þannig að, já, ég hef að flesti titlar séu komnir í hús, þannig að við erum bara mjög sáttir. En, já, það má segja samt núna á þessum síðustu 3 árum að, já, þetta er að verða ansi hörð keppni. Keppni var hörð í fyrra en það eru konur svo margir nýjir núna sem er að koma sterkir inn í Íslandsmótið. Já, Geiri Evert og Guðmundur og náttúrulega Óli Bragi kominn á fullt aftur og já, bara fullt af köllum sem eru búin að vera að læra á bílana sína og allt er þetta reynsla sem að gera þessu gott fyrir. Þannig að eins og þetta var núna, þetta er langharðasta sumari sem við hefum lent í síðan við byrjuðum. Já. Það er engin uppgjöf, það er bara að þú verður að fara all in eða ætlar að ná einhverjum stigum. Og það er kannski líka, maður eins og með heimsmótin, þau eru nú ansi hörð. Já, Norsararnir gefa ekkert eftir og svo eru náttúrulega Svíar og Finnar eitthvað með okkur, þó það sé kannski ekki alveg margir en þeir mæta alltaf. En já, keppnin í Stapafelli, hvernig voru svona aðstæður þarna? Nú voru ekki allir sem að mættu? Nei, en það voru svona ágætis aðstæður, það fór að rigna hérna yfir miðjan daginn og eitthvað af fólki náttúrulega þurfti að koma sér í burtu bara út af bleitu. En svona, já, ég hugsa að flestir hafa verið sáttir fyrir kannski utan alla heimil, hann þurfti að það eru að fara á keppni vegna bílana, þannig að restin gekk svona þokkalega smurt. Já. En já, þegar kemur að svona keppni eins og hjá þér og kórdrengnum, það er ýmislegt að fyrir ykkur keppendur, já, kannski almennilega áhorfandi, hann áttar sig kannski ekki á því að það er ýmsa pælingar á baku hver einustu braut sem þið þurfa að velta ykkur í gegnum. Já, við náttúrulega, ég og mitt heimi mætum í pittin 8 morgunin fyrir hver einustu keppni, þá byrja ekki fyrir neitt og það har að leggjast yfir hvernig þetta lítur út og sjá brautatekníkar og svona. En svo er þetta náttúrulega aðalega með bílinn og okkar teimi, það er bara undirbúningur heima fyrir nummer 1, 2 og 3 sem að skila okkur áfram. Þannig að það er svona lykillinn að velgengninni? Ég myndi segja það er gríðarlegu tími í heimavinnuna en maður fær það yfirleitt tilbaka með velgengni í keppni. En já, svona framöndan, það er sko, já, annað sæti, það er alveg opnu örmu, þeir eru það ekki Ólafur Bragi, Guðmundur Ingi og Geiri Evert, þeir eru allir séns á að taka annað sætið? Já, þeir eru allir hérna í hörku baráttu sko.
Þannig að það má, þó að sé stutt frá Akureyri og þangað til bílarnir fara í gám til Tennessee, þá mega þeir ekkert slaka á eða þeir alltaf ná öðru sætinu. En hvernig svona með það hvernig staðan búin að vera? Það náttúrulega, þú og kórdrengur hafi náð vel saman frá upphafi og ef maður að horfa á til dæmis nýliðina sem að koma inn núna, það kannski svona svipað ástarsamband þar í gangi eins og hjá Geir Evert og Guðmundi? Já, klárlega. Þetta eitthvað sem að læris með tíman. Þetta 4. sísónið sem að við erum saman í og bíllinn og það ennþá að koma atvik þar sem að ég kann ekki á hann, sko. Já. Þannig að þetta ekkert bara eitthvað sem að lærist á einni góðri helgi. Nei, nákvæmlega. Þannig að ég hugsa að þessi drengir verði alveg hrikalegir eftir 1-2 ár, sko. Ef þeir gefast ekki upp. Já. En svo náttúrulega götubílaflokkurinn. Hann nú búinn að vera ekkert síðri núna þetta keppnistímabil. Nei, alls ekki og allir þessi bílar, bæði götubílar og sérbúnir, þetta svo flott tæki, mikið að dóti í þessu að þetta snýst bara um 10-20 stig til eða frá með sætin. Og það þurfa allir að berjast fyrir sínu. Já. Þannig að þetta yfirleitt bara mjög skemmtilegt bæði fyrir okkur og áhorfendur orðið í dag. En nú eru þið búin að vera Íslandsmeistarar 4 ár, þetta 4. skipti sem verði Íslandsmeistarar og ef þú horfið tilbaka þegar þú byrjaði fyrst að fylgjast með þessu, hvað var svona þinn uppáhaldsbíll og keppandi? Ég var náttúrulega alltaf að fylgjast með Haraldi og Gísla, sko, og það var náttúrulega alltaf kjörísbíllinn og kókumörkin sem voru númer 1. En það svo sem, maður bjóst svo sem held ég ekkert við því að maður sjálfur í þessari stöðu eftir 15-20 ár. Nei. En þó manni hafa kannski dreymt það og var maður ekkert við sem maður myndi heppnast. Nei, nákvæmlega. Þannig að í dag maður mjög sáttur. Já. Og það ekki haldið áfram að taka þátt félagarnir? Jú, við mætum á Akureyri og verðum með og svo bara spurning hvernig við spilum úr deginum, hvort við verðum í toppbaráttunni en það rosa erfitt þegar það búið að óla maður niður að alltaf fara að slaka eitthvað á, sko. Já, það eitthvað sem að gleymist alveg til og bingo. Já, einmitt. En svona, heilt yfir á þessum 4 árum sem þið takið þátt, það má segja að keppnin í ár, það búið að vera rosalega mikið áhorfendum núna í hverri keppni. Já, bara eins og Hellu, þetta voru eitthvað 3000 mann sem mættu þarna í námurnar og horfðu á tveggja daga keppni. Það alveg rosalega gott fyrir sportið. Okay. En það þetta komið aftur í sjónvarp og náttúrulega stærsti miðillinn er YouTube og Facebook. Og það náttúrulega Jakob Cecil alveg í bara, flokki nummer 1 að halda þessum keppendum uppi. Já, nákvæmlega. Og ef maður horfir yfirmitt á það, Jakob búinn að sinna þessu alveg ótrúlega vel bara á síðustu árum. Það alveg ótrúlegt hvað hann að klippa þetta vel út og menn geta séð allt bara sín mistök. Hefur þetta ekki hjálpað ykkur mikið? Keppendum? Jú, þetta eitt mesti snillingu fyrir sportið, sko, og hann ekki bara að fylgjast með okkur, hann fer í sandspyrnu og hann farin í driftið og hann fer á Hvarsmýlubrautina og það allt tekið, það aldrei stopp. Nei, nákvæmlega. Og þetta væntanlega hjálpar ykkur keppendur líka eða ekki að geta síða hvað þið að gera vitlaust, jafnvel? Jú, gríðarlega og eins og fyrir okkur að koma okkur bara fyrir fjölmiðlana og sækjum styrki fyrir hvert keppnistímabil, þá mun þetta bara öllu. Nákvæmlega. Og það ekkert auðveldast í heimi eins og fyrir flest alla sem eru að stunda íþróttir á Íslandi. Það erfitt að lifa á þessu? Það engan veginn hægt í þessu sporti, sko. Nei, nákvæmlega. Þó maður fái krónu inn, þá fer seðillinn út, sko. En auðvitað hjálpar þetta allt. Já. Maður myndi aldrei segja nei við neinu. Nei, nákvæmlega. En eins og kórdrengurinn nú þetta ekki ákveðið verðmæti, þetta svona gull sem þú myndir aldrei vilja helst ekki láta frá hendunum á þér, eða nokkuð? Nei, við höfum hugsað þetta að
taka okkur pásu og selja sko, en svo maður ekkert þegar á reynir að ég ekki vissi maður myndi tíma því. Nei. Það er ákveðin samböndan á milli sem erfitt að rjúa. Já, þið hafið sem þetta rætt málið saman þú og kórdrengurinn. Já, þið eru bestu mátar. Já, einmitt. Og þetta gengur alltaf upp í öllu, þú ert náttúrulega sjálfur með fjölskyldu? Já, þetta kannski fellir ekkert vel í heimilisbókaldi, en það er ekkert, þetta sleppur alltaf til. Já, nákvæmlega. En næsta keppni, hún er haldin fyrir norðan, manstu hvað er komin dagsetning á það? Já, hún er 20. Minni mig, 20. það er laugardagur. Já. 20. ágúst. Og keppnisbrautin hérna á Akureyri, hún hefur nú alltaf verið frekar skemmtileg. Já, það er eins og Egilsstöðum, þú sleppur ekki neitt, ef þú ætlar ekkert að gera þá getur alveg bara verið niður í pitt. Já. Það er bara, þú verður bara að láta hann hafa það. Já. Nú þegar maður hefur fylgst með myndböndum af ykkur sem að meistari Jakob hefur tekið þá þegar þið sem keppendur eins og þú sjálfur, maður séðu oft verið alveg á tæpasta vaði að vaða þarna alla leið upp, en þið látið ykkur alltaf hafa það? Já, þetta er náttúrulega ákveðið fútt í sportinu er að láta adrenalínu aðeins flæðum líkamann, en stundum er það mikið og maður fer fram úr sjálfum sér og það verður allt í mínus. Já. En það er eitthvað sem verður bara að taka, þetta er alltaf keppni. Já, nákvæmlega. En maður getur lent í þessu eins og allir hinnir. Já. Og tekur eitthvað við hjá ykkur eftir Íslandsmótið? Já, þá náttúrulega fyrir út. Það er eftir Íslandsmótið Akureyri, það er síðasta keppnin, þá höfum við tæpa 2 vikur til að koma bílunum í gám og fara til Ameríku. Já. Það er 1. október er keppnin þar í Tennessee. Þannig að það er svona loka viðburðurinn á þessu ári. Já. Það eru flest allir Íslendingar að fara að mæta þarna, sem keppendurnir? Já, ég held við séum 18 bílar skráðir, sérubúnir bílar, þannig að götubílarnir fari ekki út. En það er rosalega flott mæting og eins bara með liðin í kringum okkur, aðstofamenn og bara áhorfendur, það er alveg hellingur af fólki að fara. Já, nákvæmlega. Það er nú að snúast í þessu. Já. Snorri Þór, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best fyrir norðan, því náttúrulega keppnin er svo harðasta. Ég veit að þið langar ekki að gera upp á milli þeir sem er að berjast silfrið, en ef þú myndir tippa núna bara akkurat eins og staðan í dag, myndir þú þóra að segja hver hreppi silfrið? Já, maður getur valið sér vinni en maður myndi aldrei segja frá þessu útaftur. Nei, nákvæmlega. Það er stránglega bannað. Já. Það þyrfti að vera svona í bílskóðum. Þú ræðir þetta kannski bara við kórdrengin svona í tíma. Já, ég get kannski hringt í það og spurt bara hverju vilja borga best, sko. Já, nákvæmlega. Snorri Þór, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bestu þakki fyrir þetta frábæra veislu. Takk fyrir okkur. Þessar. Já, bæ. Já, allt og meira þetta inn á Torfæru áhugamenn sem er Facebook-grúpa. Því að þar er hægt að finna allt torfæruna á Íslandi því að það er nóg að snúast í henni. Næsta umferð minnum við 20. ágúst á Akureyri. En við höldum okkur áfram seinna í fleiri akstursíþróttum. Við höfum eftir að taka rallið og driftið fyrir. En við ætlum núna að skipta yfir aðeins í hestamennskuna. Framundan er Íslandsmót í hestaíþróttum. Og ég verð hérna með á línuna Odd Hafsteinsson mótstjóra og svo ætla ég einnig að heyri Eyrún Ýr Pálsdóttur landsmótsmeistara. Farið ekki langt. Úrslit úr leikjum kvöldsins. Stjarnan sigraði FH 3-0 og eru því á toppnu núna í Pepsi-deild kvenna, en það getur breyst náttúrulega bara að með vinnir á morgun því að í Pepsi-deild kvenna er þá Breiðablik Valur, en staðan nefnilega í Pepsi-deild kvenna er nú þannig að Stjarnan er núna á toppnum með 22 stig en Breiðablik er í öðru með 20 og eiga leik til góða, en Valur er í 3. sæti með 17 stig, þannig að þetta er hörkuleikur á morgun Breiðablik Valur. Annars er einn leikur í gangi núna í Pepsi-deild karla þegar 55 mínútur liðnar að leik Víking Reykjavík og Þrótt Reykjavík er staðan 0-0. Víkingur Reykjavík í 9. sæti en Þróttur Reykjavík í neðsta og það munar ekki miklu á milli liðana. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.